Óli, þetta var nú helviti tæft í kvöldir, þegar ekki? Jú, þetta var já, þetta var tæft, við mættum svolítið flatir til leiks og mættum ekki með sama kraft og við gerðum fyrstu tveimur leikjunum. En svo einhvern veginn náðum við bara að þjappa okkur saman og sem betur við að klára þetta bara og já, bara mjög sáttur með að hafa klárað þetta nú í dag. Það myndi alveg byrja flatir, en svona leikur oft aldrei hættulegur. 2-0 yfir og... Já, við tölum líka það sko að við getum ekkert komið bara og haldið við undir bara rúll yfir og þeir hafa engu að tapa. Við erum svo sem verið í þessu sjálfi, ég með á öðru ári með að vera 2-0 undir og koma svo tilbaka. En og ef við höfum tapað núna í kvöld þá hefur þessi fyrstu tveir leik ekki þýtt neitt sko, þannig að ég er mjög sáttur að hafa klárað þetta í kvöld. Já, það ekki, bara, það ekki. Þannig að, já, bara hvílt þá núna og hvað, við náttúrulega vitum ekkert hverjum þið mætir. Þeir eru slett saman það mæntalega? Já, eins og ég er búinn að segja á það eru 9 liðið deildri sem eru Íslandsmeistarar og þau eru öll rosalega góð. 9 lið, það er nú ekki nema 8 lið eftir. Já, það voru byrjun á ætluðu 9 lið að vera Íslandsmeistarar, þannig að það er alveg sama hverju þú mætir og þetta eru allt mjög góð lið sem þú ert bara að mæta og já, við erum bara að bíða og sjá og undirbúa okkur bara vel. Það er stundum ekkert gott að vera að vinna 3-0 og fara í einhverja pásu. Það er stundum gott bara að vera að fá að spila bara þetta og svona, en ég, eins og ég segi, bara ógeðslega sáttur að hafa klárað leikinn í dag. Bara frábært, til hamingju. Takk.